Alþjóðasamskipti eru fræðigrein sem fjallar allt það sem gerist í hinu stjórnlausa alþjóðakerfi þar sem að ríki og aðrir gerendur eiga samskipti. Fræðigreinin leggur til verkfæri til þess að skilja inn flókna veruleika og ég held að alþjóðasamskipti sé raun og veru eigi eftir að fela í sér örlög framtíðarinnar af því að heimurinn sífellt að alþjóðavæðast og í heimi þar sem við búum við kjarnorkuvopn og þúsundir deyja úr fátækt á hverjum degi, þá mjög mikilvægt að mínum mati að skilja á hverju alþjóðatengst byggjast. Hið alþjóðlega allstaðar. Það hefur áhrif á okkur sem einstaklinga. Fyrsta reglan sem við lærum flest í umferðarskólanum og það að horfa til beggja átta. Þetta alþjóðleg regla. Þannig að það eru alls konar svona hlutir sem að birtast í okkar daglega lífi sem endurspegla hefðir og venjur sem hafa myndast á alþjóðavettvangi. Og þetta finnst mér vera mjög mikil kostur og einmitt kannski líka sína kosti námsins í hnotskurn að þetta fjölbreytt og alþjóðasamskipti ekki bara á einu pólitíska sviði, heldur á öllum sviðum samfélagsins. Alþjóðasamskipti eru í boði sem meistaranám, 120 eininga meistaranám með 30 eininga lokaverkefni sem þá heilt misseri í lokin og diplómanám, 30 eininga viðbótardiplóma. Það koma mjög ólíkir nemendur til okkar. Þeir koma úr félagsvísindum og hugvísindum svona að megninu til, mikið á kennurum og síðan kom alltaf af og til einhverjir sem eru til dæmis með bakgrunn í verkfræði eða líffræði. En þegar þú ert komin hérna inn að þá erum við með ákveðin kjarna í alþjóðasamskiptunum. Svo getur þú tekið valið þitt innan deildarinnar eða farið út í aðrar deildir og sótt til dæmis þjóðarétt, umhverfisfræði, þróunarfræði og þetta sem getur þú sett saman við þinn fyrir bakgrunn og nota til sem stökkpall inn í störf á mjög ólíkum vettvangi. Það áhugaverðasta við þetta nám í rauninni hversu fjölbreyttan bakgrunn nemendur hafa og þá myndast mjög skemmtilegar umræður í tímum af því að það eru eins og ég með fjölmiðlafræðina í bakgrunn og svo eru fólk sem eru lögfræðingar, heimspekingar og auðvitað einhverjir úr stjórnmálaфræðinni en þegar öll þessi ólíku sjónarmið koma saman þá myndast oft mjög skemmtilegar umræður og mér finnst það eiginlega áhugaverðast. Nemendur úr alþjóðasamskiptum hafa farið í störf meðal annars í utanríkisþjónustu Íslands hjá alþjóðastofnunum eins og EFTA og ESA, Evrópuþinginu. Þau hafa fengið störf á Alþingi og hjá ýmsum opinberum stofnunum og ráðuneytum, auk þess að starfa í fjölmiðlum nú eða halda áfram í frekara nám. Það kom mér á óvart hvað félagslífið öflugt við deildina. Við erum til dæmis nýkomin úr námsferð frá Bandaríkjunum og við fórum bæði til Washington og New York og vorum að skoða Pentagon og Sameinuðu þjóðirnar og þinghúsið og ég veit ekki hvað. En það var mjög skemmtilegt og gaman hvað myndast mikil stemming innan hópsins. Kennarahópurinn í þessu námi frábær og það ekki síst fyrir samsetningu hans og þekkingu og sérfræðiþekkingu raun og veru sem að námið eins áhugavert og raun ber vitni.